fornleifadeild BSF Skagfirðinga var að grafa á stað sem heitir Helgastaðir í Víðidal vegna kirkjurannsóknar svo kölluð sem búin að vera í gangi undanfarin ár. Þar sem við höfum verið að rannsaka forna kirkjugarða í Skagafirði. Og við fundum þarna kirkjugarð sem sagnir voru eða það var beinafundur sem benti til að þarna væri kirkjugarður og við staðfestum það og grófum upp þarna eina gröf og í henni var mannsbeinagrind og ásamt henni sem mjög óvanlegt í kristnum kirkjugarði var leðurpoki og í þessum poka reyndust vera skinnpjötlur. Og við þessa hreinsun þá kom í ljós að þarna var meðal þessar skinnpjalla handrit og það var farið að kanna það nánar og á þau reyndist vera ljóðabálkur eða brot úr ljóði sem að við myndum og það var hægt að greina þetta letur og þetta var sett til Árnastofnunar sem að sérfræðingar þeirra greindu það nánar og það sem kom í ljós að þarna líklega að ræða brot úr týndu handriti sögu Gauks Trandilssonar en þetta hefur nú verið óstaðfest að þessi saga væri til en vísbendingar hana fundust í Möðruvallabók. Jón Helgason prófessor rannsakaði Möðruvallabók sinn tíma og komst að því að í kafla á milli Njálssögu og Egilssögu var stutt áletrun þar sem stóð að hér skal rita sögu Gauks Trandilssonar og flest bendir til að þarna sé fundið brot úr þessu týnda handriti sem afar merkilegt. En þetta ekki kálfskinn virðist vera og þetta hefur verið skoðað af sérfræðingum hérna hjá loðskinni og þeir telja helst að einhvers konar katta- eða hundaskinn geti jafnvel verið að ræða sem afar óvanlegt en mjög forvitnilegt og skemmtilegt. Þessi byggð þarna í Víðidal hérna svona svolítið þjóðsagnakennd. Þar talið að hafi verið heil kirkjusókn og að sóknarkirkjan hafi verið á Helgastöðum. En þetta heimaland Reinstaðaklausturs sem var stofnað árið 1295 og í gamalli þjóðleið milli Húnavatnssýslu og Skagafjarðar og hvernig þessi skinnpjalla hefur endað á þessum staðinu er ekki alveg gott að segja en eins og segið það var þetta þarna í þjóðleið og ekki ólíklegt að þetta hafi einhver tengsl við klaustri á Reinstað eða fólk því tengdu. Ef hundaskinn er að ræða þá er spurning hvort að þetta varpi nýju ljósi á örnefni í nágrenni Reynistaðar eins og hundagarðana sem þar eru, umfangsmiklir garðar í nágrenni Klausturstaðarins en það líka vitað að það voru fluttir inn á miðöldum og fyrri hluta miðalda smáhundar og hafa fundist bein möltuhunda í kolkhúsi. Þannig að það greinlegt að menn að vera að slá sig með íburðarhætti manna á meginlandinu með innflutta smáhunda og fleira í þeim dúr. Gaukur Trandilsson talinn hafa verið uppi á 10. öld og búið í Þjórsárdal á Stöng og hann, eftir því sem sagan segir, hann nú reyndar fyrir utan þetta brot ekki til nema ein vísa frá miðöldum sem segir eitthvað ævi Gauks og þar kemur fram að hann hafi haldið við frúna á Steinastöðum og þetta kvæði sem á þessu handriti það uppgjör Gauks og Steinólfs á Steinastöðum. Handritið verður til sýnis hér í Minjahúsinu á Sauðárkróki milli klukkan 2 og 5 í dag en svo það að fara í forvörslu hjá Þjóðminjasafninu og verður væntanlega í framtíðinni vistað hjá Árnastofnun í Reykjavík. Þannig að það tækifæri núna fyrir Skagfirðinga til að fá að líta þetta handrit augum. Hélt af Hjörvaþingi halur með stóra, sveiflaði beittu sverði, sveif naður í lofti. 5 stökkti á flótta fullhugi dreiraroðin, fjallu að jörðu 4 fullgildir mönnum 8. Skullu með skærum ómi skarpu bitur vopn garpa, skildi nú harma hefna húsbóndi Steinastaða. Oft hafði Gaukur áður undur húsfreyju hlýju. Gefið og þegið greiða, glatt var á bálkihörðum. Sögur sveitir fóru að Steinólfs öll væri æra og skildi nú gjalda garpur á nokkra tafa. Aðför því gerði að Gauki, graðungi Hekludala, tæplega 10 manna tókst eigi Gauk að fella. Svo hér eftirmáli. Aftan á skinninu skrifað með annarri hendi vísan
hér að neðan og telja rannsakendur að hér sé fjallað endalok og fall Gauks við höfða þann sem seinna fékk nafnið Gauks höfði. Seinna hjá höfða háum hittust á vopnaþingi, graðskuldir greiddar voru, gleði var rík Steinólfs. En hús Freyja sat í sárum, sviðu benjar í kviku. Aldrei Steinólfur aftur kenna fékk komu sinnar.